Þegar ég fór að hugsa þennan pistil minn í upphafi vikunar, sá ég af gefnu tilefni fyrir mér heilu hnífasettin í bökum framsóknarmanna. En nú gengur framsóknarflokkurinn undir nafninu Fatahreyfingin og þeir vita ekki hvort þeir eiga að halda sig á vesturbakka eða austurbakka stjórnmálanna, en hafa samt hafnað á Tjarnarbakkanum. En einmitt þennan sama dag og ég fór að hugsa þetta, þá hrundi borgarstjórnin og ég satt eiginlega uppi með Sjálfstæðisflokkinn og einherjan í Valhöll, í senn þvoglumælta og baráttuglaða, en þeim hafði tekist að véla til sín umhverfisvænan lækni, Ólaf F. Magnússon, sem eitt sinn bjargaði lífi vinar míns og mér því ákaflega hlýtt til. Það gerði hann með skjótum og fumlausum höndum læknisins og hefur ávallt borið með sér þokka manngæskunnar og eflaust fatað sig án hjálpar. En þegar líða tók á kvöldið stóðu þeir þarna hinnir 9 ráðamenn, fölir og gráir, eins og stjórnmálamenn úr ráðstjórnaríkjunum gömlu. Já, nánast eins og Jaruzelski þegar hann var nýbúinn að setja herlögin í Póllandi, eða kommunistarnir þegar þeir ætluðu að eiga sitt comeback í andaslitrum Sovétríkjanna, og var afar viðeigandi að þetta væri á Kjarvalsstöðum, því athöfnin eða krýningin var eins og mynd á sýningu eða leikþáttur, saga sögð af bjána, full af mögli og muldri og merkir ekki neitt, svo gripið sér til Shakespeares. En nú ég bara að tala útlit og fas. Ég að rýna í myndina. Jakkafötin sem þeir eflaust hafa greitt úr eigin vasa, gagnstætt framsóknarmönnum sem hafa einfaldan smekk og velja aðeins það besta, enda nýkomnir á mölina til að sanna svo rækilega að þar eigi þeir heima, líklega með greiðslukort S-hópsins í vasanum, en á þeim bæ munar menn lítið 19 pör af sokkum eftir að hafa fengið heilan banka í þjórfé og látið Elton John syngja sín alfegurstu lög. Þetta var á Kjarvalsstöðum. Klambrastaðatúni, eins og Megas kallaði það, en þar las Matthías skáld eitt sinn ljóð sín og þá voru kommarnir illkvittnir og kölluðu hann Exile on Main Street. En nú eru aðrir tímar og ljóðin láta vel í eyrum allra og kommarnir bugta sig og beygja fyrir Matthíasi og ljóðum hans. Og kannski hafa þau svifið eins og ský yfir höfðum borgarstjórnarhópsins sem greinilega hafði skilið hnífasettin eftir heima og fallist í faðma við læknin sem nú gaf þeim resept upp á framtíðina, en ég hef varla sleppt þessu orði, resept upp á framtíðina, þegar hún orðin ótrygg í spennitreyju eins og ávallt í gömlu ráðstjórnaríkjunum sem frjálshyggjumennirnir virðast elska í laumi, í samræmi við þá kenningu að harmleikurinn endurtekur sig sem skrípamynd. Því héldu forsöngvararnir 2 varla lagi á meðan undirleikararnir stóðu fyrir aftan þá eins og hnípin þjóð í vanda. Þetta vitnuðu ljósmyndir strax daginn eftir. Á meðan þessu öllu fór fram, mátuðu framsóknarmenn sín keisaraklæði í Norræna húsinu. Og hvergi sáust hnífar og frú Macbeth ekki tiltæk, hvað þá marktæk eða róttæk, frekar en þessi kyndugi flokkur sem fyrir löngu búinn að gleyma erindi sínu í allri jakkafatavæðingu frjálshyggjunnar. Hann fyrir löngu búinn að kokgleypa allt sem hann á ekki að gera, steingleyma öllu varðar jafnvægi í byggðum, tengsl manns og náttúru, enda arkitekt þess kvótakerfis sem leikið hefur byggðir landsins grátt, og því mun þessi flokkur, framsóknarflokkurinn,
aldrei komast úr sporunum fyrr en hann hefur tekið til í rústum fortíðarinnar, gert upp við kvótakóngana, kauphallarbraskarana og S-hópana. Væri til dæmis hægt að fara fram á afturvirka eignaupptöku og skila rannsfengnum? Væri það hugmynd? Með öðrum orðum, fara úr jakkafötunum og í vinnuskyrturnar, setjast upp á traktoruna, taka fram handfærin og leggja frá sér hnífasettin og illkvittnina og stærilætið sem hreiðrað hafa sig í spegilhöllum hégómans. Takið eftir. Heiminum einmitt stjórnað af allsgáðum mönnum í jakkafötum, sem eru vel upp aldir og með góða menntun. Samt allt í rjúkandi rúst í kringum þá. Ekki kominn tími til að bretta upp ermarnar? Og við borgarbúar hljótum að spyrja okkur í tilefni af nýliðnum atburðum, ætlum við að láta bjóða okkur þetta kjaftæði hvað lengi?